Herru, þá erum við komin hérna aftur, annan þátt ársins. Þetta gengur vel hjá okkur. Já, við ætlum að vera aðeins meira on point núna. Sko. Já, við erum að taka hann tíma í að láta hluti gerast. Já, right? We've been working on our shit. Yes. Og talandi working on our shit, þá bara, hvað er topic dagsins? Toxic shit. Toxic shit. Toxic sambandsshit. Já. Og basically toxic sambönd og sjúk ást. Sjúk ást, já. Þegar við mögulega séð á þættinum sem að þér að horfa á. En við ætlum að ræða svona hvað er heilbrigt og óheilbrigt í samböndum. Taka fyrir nokkrar dæmisögur og ég ætla að segja þér nokkrar sögur sem ég hef ekki lesið upp fyrir áður. Sem er svona alvöru sambandssögur, eða alvöru sögur frá fólki sem er leitast eftir ráðum. Og svo langaði mig aðeins að svona tala að það er til dæmis síða sem heitir sjúkást.is. Þannig að ef fólk er með einhverja hugmynd það hvort það sé óheilbrigðu sambandi eða er ekki viss hvort það sé verið að gaslæta sig eða whatever eða svona vantar einhverja meira svona information þá er hægt að fara inn á þessa síðu og afla sér upplýsingar inn á henni sem er sniðugt og þetta er ekkert sponsor en svoleiðis en mjög nothæf og góð síða upp á þetta að gera. Ok, interesting, gott að vita. Og við eigum alveg okkar svo sem líka sögur að segja en þú veist, þurfum ekki að fara eitthvað nánar út í það en við eigum alveg mjög miklar upplifanir með óheilbrigð sambönd og örugglega margir sem hafa... Já. Það hafa allir einhvern tímann annarkvort örugglega deytað einhvern eða verið í sambandi eða á einhvern vin eða fjölskyldumeðlim með eitthvað sem það getur tengt við. Hefur heyrt einhver sögur eða þú veist, eða bara á vinkonu eða vin sem hefur verið í einhvers konar toxic sambandi eða þetta er miklu meira ummyndað en maður heldur, sko. Já. Þannig að ég held alveg að það er alveg mikið ummyndað og örugglega margir líka í toxic sambandi sem átta sig bara ekkert á því, fattarðu, sem eru bara eitthvað svona, þú veist. Og líka kannski aðilinn sem er toxic, hann er kannski ekki átta sig á því bara, hey, am I the problem? Þú veist. Já, af því að það er líka oft bara fólk er með einhver ákveðin traits og það kannski átta sig ekki á því að þetta er ekki heilbrigt í sambandinu. Akkurat. En það er kannski ekki vinn úr sínum málum eða er að, portrayja það á hinn aðilann. Ég held að það sé líka allir með eitthvað toxic trait, þú veist, varandi sjálfa sig og það er alltaf bara rosa gott ef maður getur spottað það og þá getur maður unnið í því og verið með þetta. Algjörlega, af því við erum öll með einhvers konar tráma og við getum tekið eitthvað úr fyrrum sambandum eða fyrrum tráma, þú veist, úr barnæsku og tekið það inn í sambandun okkar og það getur alveg svona, bara gert skaða, skilju, og það er svona, maður getur alveg einhvern veginn implementa sitt tráma yfir á partnerinn sinn. Já, og svo kannski hættu þið saman og þá er hinn partnerinn kannski farin að beita þessu sama á hvern annan næst þegar hann byrjar í sambandi. Maður hefur séð það. Algjörlega. Þannig að þetta er svolítið svona, maður þarf að stoppa hann vítarhring einhvern veginn. Já, og það er alveg hægt að gera það ef að hinn aðilinn er þess mannskja sem er að vera toxic. Ef að mannskjan actually vill breytast og ákveður að breytast, þá er það eitthvað sem hægt að gera, annars bara gerist það ekki. Nei, nákvæmlega. Og svo er það bara oft, ef þú ert í narsissist sambandi, þá er aðilinn aldrei að fara að taka til sín að hann sé, eða hún sé vandamálið. Nei. Þannig að það er bara ekki possible í flestum tilfellum allavega. Allavega svona búið að sannreyna sig að það sé ekki bara hægt hjá narsissistum og þá er bara svolítið svona einlega að koma sér úr því að lifa með því, sko. Já. Þannig að... Það er ógeðslega creepy samt að hugsa til þess hvernig, þú veist, maður skilgreinir bara venjulegt fólk og svo bara narsissist. Af því að það er ekki hægt að setja einhvern neina sömu vinnuna í narsissistan. Nei, ég náttúrulega gerði alveg svona deep dive í narsissistan á tímabili og bara, fór og fann mér mikla upplýsingar þetta og það er alveg til, þú veist, narcissistic traits og það er, þú veist, þetta vera bara bullandi narcissisti og þú veist, ég er ekki með einhver medical terms hérna en þetta er svona... það er svona stig, svona... Já, þú veist, það getur verið, og þú veist, þetta er alls konar en þetta er samt ógeðslega mikið skólabókardæmi hvernig það haga sér, sko. Já. En síðan er þetta líka bara svona, þetta eru oftast fólk sem hefur lent í ákveðinu tráma sjálft og þetta er bara svona survival instincti þeirra að koma í veg fyrir að þau verði fyrir kannski ofbeldinu sem þau lent í sem gerði þau að þessum narsissista eða þannig. Ég held samt líka að þú þurfa að vera með ákveðin svona persónuleika trait til þess að
hafa, þú veist, þetta tendencies, skilur, af því þú veist, maður veit fullt af fólki sem hefur lent í hrikaleg trauma en það hefur ekki tekið upp narsista tendencies, þú veist. Alveg 100%. Þannig að þú þarft líka að vera með grunninn fyrir því, myndi ég halda. Já, en síðan líka bara svona, þú veist, þú ert orðin fullorðin aðili og þetta svona, þú átt að geta tekið ábyrgð á þínum gjörðum, en það eins og narsistin getið ekki gert það. Nei. Það bara, vandamál liggur aldrei hjá þeim og það svolítið svona það sem að einkennir narsisistan, að það aldrei hægt að setja sig í spor annara og það aldrei tekin ábyrgð á því sem þau gera. Já, einmitt. Þannig að þetta ógeðslega erfitt að vera í svona samböndum og það ógeðslega erfitt að upplifa sig, þú veist, hvort sem maður sé með bara í sambandi með mannsku eða foreldrasambandi eða í vinnu eða eitthvað, af því það bara getur verið alls konar, sko. Já, nákvæmlega. En mér langaði svona að lesa allavega því ég með nokkra sambandssögur og sumar er svona lengri en aðrar og sumar er styttri og þú veist, ég veit ekki, kannski tökum þær allar, kannski tökum við bara eitthvað smá, sjáum bara hvaða tíma við höfum. En hérna er ein saga. Ég ætla að setja mig gleraugun, svo ég lesir ég með hérna bara, já, I got it, svo ég sjáu nú eitthvað. Ég vildi spyrja hvort þið hafi lent í þessu. Að kærasti eða kærasta verði pirruð að maður sé ekki stuði fyrir kynlíf. Oftast þegar ég segi nei, þá suð og tuð þangað til ég segi já, en svo ef ég gef ekki í það, þá verður hann pirraður. Mér líður svo illa, hvort þetta sé bara ég eða hefur einhver lent í þessu áður. Vá. Þetta er svo ógeðslega, ég held að sé ógeðslega margir sem að geta tengt við þetta. Já. Og þetta er svo mikið þvingað, ég finn til með henni, að þú veist, þegar hún gefur eftir, þá ekki einu svona langa að gera það. Nei. Þannig að þetta verður alltaf svo þvingað. Það einmitt líka eitt sem að, þú veist, er inn á sjúkást síðunni, þú veist, sem svona að þú getur skoðað svona, til dæmis með kynlífið og svona, þú veist, bara svona hvað gott kynlíf, hvað slæmt kynlíf og hvað bara kynferðisofbeldi. Og til dæmis bara ef við gefum svona smá dæmi, þá gott kynlíf til dæmis bara nánd, samþykki, ánægja, mörgvirt, gagnkvæmt, tal saman og virðing. Þú veist, bara svona til að nefna eitthvað. Slæmt kynlíf, þú veist, sem svona ekki alveg málið, þá svona sama mig, markaleysi, samskiptaleysi, upplifa þú veist, kynlíf sem skyldu, sem svolítið þetta, skaðar sjálfstraust, óöryggi og hlutgera. Og síðan kynferðisofbeldi náttúrulega bara, þú veist, án samþykkis, þvinganir, kröfur kynlíf, stjórnun, lítur á mig sem eign, niðurlæging og suða já, þú veist, svona til að, já, akkurat. En síðan þetta líka, suðað já, þú veist, þetta svolítið svona, þetta á mörkunum að vera bara kynferðisofbeldi eða þú ert farin að vera bara eitthvað, þú veist, af því að þarna talaði um að það sé kynferðisofbeldi að suða og það að láta manneskjunni líða illa yfir því að hún eða hann vil ekki stunda kynlífið. Þú veist, það er náttúrulega bara kynferðisofbeldi. Það það, sko, og sérstaklega líka að beita fýlustjórnun eða, þú veist, gera eitthvað svona, þannig að manneskjan eiginlega þvinguð til þess að halda friðinn að, þú veist, gera þetta. Líka gett umulegt að vera bara eitthvað, viltu stunda kynlíf með manneskja sem vill ekki stunda kynlíf með þér, skilur? Þú veist, það bara ekki stuði, þú veist, þetta svona... Bara, ég skil þetta ekki. Bara, I will never get it. Og þú veist, það alveg svona, ef að kannski það eitthvað svona minna kynlífið eða, þú veist, af því kynlífið er náttúrulega mikilvægt í samböndum, skilur flestum allavega. Og ég meina, já, þú veist, fólk stundar kynlíf og síðan, kannski kemur eitthvað svona dræspell og kemur kannski eitthvað svona suð eða eitthvað. Þú veist, það er lægt að tala um það og kannski þarf manneskjan að vera bara, já, þú veist, ég er bara ekki búin að vera í stuði út af þessu og þessu. En mér finnst það aldrei vera samt eitthvað svona, þú mátt aldrei vera eitthvað guilt-trippa manneskjuna og vera eitthvað svona, já, þú veist, bara ég, þú veist, bara langar að gera þetta núna og þú vilt ekki gera þetta og bara, þú veist, eitthvað svona, ég veit ekki, svona, já, það er ekkert rosalega heillandi heldur. Nei, og það, í hvaða aspect in life er það að fara að virka samt? Af því að, þú veist, þú verður frekar bara að gera betur og þá let it come to you, þú veist, af því að augljóslega ef að partnerinn vill ekki stunda kynlíf, þá annarkvort eitthvað bara sem hann er að díla við persónulega sem kemur þér ekki við og þú getur það í rauninni ekkert gert í því nema kannski bara vera til staðar. Líka bara hvað er að valda því, skilja, að þú vilt ekki sofa hjá honum, það eitthvað, þú veist, hann kannski ekki
að sýna þér þá ást sem þú þarf til þess að hafa Hvötina. Já, til að verða til að kveikja þú veist, í, já, til dæmis. hann ekki að gera hlutina rétt fyrir þig til að vilja stundakynlíf eða Og líka bara, þú veist, við konur erum bara þannig, skilurðu, að, þú veist, sem dæmi, að ég veit að mjög margir lenda í þessum aðstæðum, að ef að kallinn til dæmis bara eitthvað ógeðslega svona unproductive á heimilinu eða eitthvað, og það er alltaf allt í messi og þú veist, konan er pirruð út af því, þá er hann ekki að fara að langa í þig þegar þú ert bara sófakartafla eða eitthvað, skilurðu, þú veist, sýndu smá lit, bara kóta og hjálpaði með uppvaskið eða eitthvað. Þetta alveg works both ways, It works both en það ways. er samt líka samt eins og þú segir með konur kannski. Konur eru tilfengulegar tengdari heldur en kallmenn, þannig að þetta er meira samt held ég þar. Já, þetta er kannski, já, einmitt, af því að þú veist, við getum náttúrulega tala frá okkur sjónarhorni, svona við, þú veist, kannski horfum meira á makan okkar og erum bara eitthvað, oh my god, þú veist, hann er búinn að vera, þú veist, gera þetta og þú veist, og Hann var svo góður handyman, hann var að laga þetta og þetta og þú veist, sjálfsögðu kveikir það, já, eitthvað svona, en ekki bara eitthvað, þú veist. Ég held að það er líka, já, það er bara svona, er líka bara hvernig þú kemur fram með makaðinn, skilur, þú veist, ef það er alltaf einhver drulla eða leiðindi eða pirringur eða eitthvað, þá er maður ekki rosa mikið í stuði, skilur. En þú veist, þetta er svona litlu hlutin, held ég sem skipta máli, sem er svona íta í að þú veist, það er bara svona, ok. En ég held, þú veist, að í svona flestu samböndum, þá er, þú veist, að því að núna náttúrulega í dag eru bara bæði konur og kallir að vinna eiginlega bara jafn mikið, þú veist, oftast. Áður fyrir var það þannig kannski að kallinn var að vinna miklu meira og konan bara heim með börnin. En núna er, þú veist, konan rosa mikið með börnin, en er líka að vinna á helling, þannig að þú veist, það er kannski álag og streita. Og þú veist, það, ég myndi segja að í flestu tilfellum þá er það bara það, þú veist, að henni finnst kannski ekki eins og, þú veist, að það sé jafn mikið vera að hjálpast að. Og ég held, ángriðs, ég held að því ég er búin að sjá svo mikið að rílum með konur sem eru svona fyndin ríl og það er verið að segja, þú veist, þegar kallinn alltaf komið upp á skið og þeir eru að kíkja svona og það bara, þetta turns on, skilur. Maður er alltaf að sjá eitthvað svona og þú veist, það er ekki allir sammála. Ég held að þetta sé allavega mjög, þú veist, svona common thing. Já, þú veist, þetta er líka bara svona, þetta mutual respect dæmi, skilur, þú veist, það er bara svona, þú veist, ekkert eitthvað endilega eitthvað, þú gerir eitthvað meira, heldur meira bara svona, þú veist, við erum bara saman í þessu og finna það að þið séu tím. Já, akkurat. Og eins með, þú veist, það er hægt að snúa þessu líka við, skilur, ef að, þú veist, maðurinn er að vinna ógeðslega mikið og honum finnst kannski, konan ekki vera að sinna heimilinu eða, þú veist, í takt við það að hann er alltaf í burtu og, þú veist, og þá sjálfsögðu spilar það inn í hvort að fólk vill fara inn í svefnherbergi eða ekki, þú veist. Nákvæmlega, þetta er einmitt, bara svona hvernig fólk er utan svefnherbergisins spila inn í hvernig það vill vera inn í því og einmitt, en þú veist, mér samt bara einmitt, suð er aldrei í lagi, þú veist, virtu mörk makans þíns. Svo hefur maður svolítið heyrt að, þú veist, sumum svona sérstaklega gæðingar sem að vera svona turned on þegar þeir að rífast. Þú veist, eða svona make-up sex. Sumir þannig, bara, þú veist, fólk er náttúrulega bara alls konar, sko. Já, en þú veist, maður sér það myndi ég segja að vera svona toxic trait þegar að, þú veist, þið verði alltaf eiginlega búa til eitthvað fight til þess að sé hægt að make up. Já, en þá er líka svona, þú veist, þá verða toxic trait á báða vegu ef það er eitthvað sem þarf að vera, skilur, þú veist, maður hefur alveg þekkt þannig pör sem hafa bara svona, þau voru bara alltaf að rífast, þau bara líka við slást og svo bara allt í einu voru þau bara eitthvað, þú veist, hot and heavy og maður eitthvað svona, ok, það er kannski bara eitthvað turn on fyrir einhverja, skilju. Já, ég myndi samt segja að það sé ekki heilbrigt. Það er örugglega ekki heilbrigt, nei, ekki til lengdar allavega líka bara, þurfa alltaf að vera eitthvað svona æsast upp til þess að æsa sig upp, skilju. Jesús. Já. Get hot and bothered bara. Jesús. En já, þannig að það er allavega aldrei í lagi að vera eitthvað að suða og sérstaklega ef makinn er ekki til í það og aldrei bara eitthvað að fara, þú veist, í svefnherbergið bara að því, þú veist, hinn makinn vill það, þú veist, ekki gera ykkur það að, þú veist, leyfa þeim að fara yfir ykkar mörk. Nei. Og bara eitthvað, já, ok, ég skal bara sofa hér að þú En þetta var, hvað, stelpa sem var að segja þetta? Já, mitt. Þannig að, þú veist, ég veit ekki hvort að ég hef heyrt þetta, það sem þetta er reversed, sko. Já, jú, ég held ég veit alveg einhver dæmi að, þú veist, strákar getur náttúrulega líka alveg verið, þú veist, niður eða mist kynhvötun eða eitthvað, þú veist, það er náttúrulega bara alls konar dæmi það, skilur. Já. En ég meina, þú veist, en ég held að sé alveg Það er ekki oftar að þeir séu samt alltaf reddi, sko. Þeir eru örugglega bara eftir alls konar aðstæðum, en ég meina, jú, örugglega oftar, en þú veist, ég meina, ég veit ekki, konur eru samt líka alveg mikla kynverur og ég held að það sé alveg mikið misconception að konur vil ekki kynlíf, ég held að bara svo meira... Nei, alls ekki það, ég er að meina frekar, sko, þú veist, svona, það er alltaf að tala
bara svona að náttúran sé þannig, Já. kallinn alltaf reddi og að bíða þangað til að konan búin að ákveða og búin að, þú veist, hei, núna, skilur Já, þú veist, þetta meira svona, nú er til. Já, Já, þannig að þú veist, það svolítið svona the thing, skilur að hann alltaf reddi, en auðvitað það ekkert alltaf þannig, Nei, en svona ég held in að sé. general, þú veist, þá það líka bara, það skiptir kannski mánu líka hvartýringurinn okkar þú veist, það ýmislegt sem spilar inn í, en þú veist, við erum mest sexual beings náttúrulega ovulation phase, sko. sjálfsögðu, sem er bara en bara svona, náttúran. það væri ekki weird að hugsa til þess ef það væri bara eitthvað gauðir að vera eitthvað, æ nei, mér líður eitthvað illa núna, ég er ekki til í þetta, ég væri bara, hæ? En ég meina, svo getur náttúrulega alveg verið eitthvað undirliggjandi, skilur, maður veit það Já. ekki. Við skulum ekki alveg dæma. Nei, á sjálfsögðu ekki. En þú veist, já, það getur verið alls konar. En allavega, næsta saga, við ætlum að heyra næstu. Já. Næstu, já, ok. Byrjar hérna, hi, help. Ok, ég er búin að vera með kærastanum mínum í 2 ár. Hann er 24 og ég er 17. En mér finnst hann alltaf vera mjög svona manipulative. Til dæmis reyndi ég að hætta með honum eftir að hann hélt fram hjá mér, en þá sagði hann bara að ég þyrfti að vera sterk og þola þetta. Að það væri mér að kenna og honum leið illa í sambandinu, þess vegna hafði hann farið að sofa hjá öðrum konum. En eftir að ég stóð á mínu baðst hann fyrirgefningar, fór að grenja og sagðist aldrei ætla að gera þetta aftur. Ég var svo ung þá, þannig ég var með honum áfram. Með tímanum finnst mér ég vera meira föst í sambandinu. Ef ég reyna að fara, kemur hann með einhver svona bull afsakanir. Hvað get ég gert? Ef ég fer bara og læt hann í friði, þá mun hann elta mig og hringi mig og vinkonum mínar. Ég segi, leave that motherfucker. Og það tekur bara smá tíma að komast yfir þetta. Þetta er Þú veist, með hverjum bullandi- deginu verður þetta þægilegra að ýta frá sér, skilur, og bara með tímanum hættir hann að hafa samband, En right? ég meina líka bara, þú veist, þetta er bullandi toxic. Þetta Já. þú ert eiginlega svolítið búin að segja það sjálf, þú vilt fara. Já, Þú veist, að sjálfsögðu. En þú veist, ég hef líka orðið vitni að þessu á akkurat öfugan hátt. Að gæinn er fastur í sambandinu og þú veist, hún er bara að hóta að kála sér og eitthvað. Já, já. þú veist, það Skilur, getur verið og alls bara konar. hann getur ekki farið frá henni og hann er bara, þú veist, fastur í þessu sambandi. Maður Já. hefur alveg séð, ég hef alveg séð það alveg líka nokkur sinnum. Já, en ég meina, ég get bara talað um bara mitt, þú veist, fyrsta samband Já. og bara, þú veist, ég er ekkert að fela það og þú veist, og það var aldrei eitthvað mín sök, skilur, þú veist, í því sambandi og það var bara bullandi toxic samband og þú veist, ég var einmitt bara mjög ung, ég var, þú veist, 14-15 ára þegar ég byrjaði í því sambandi, sko, og það var einmitt svolítið svona, einmitt þetta dæmi, svolítið að hóta manni að, Offa sig. já, Já, og ég hef lent í því líka. Já, þegar ég hætti með honum þá var alveg sendt mér skilaboð bara ég er hérna á stíplunni og er bara að fara að kasta mig niður og náttúrulega ógeðslega, þetta er bara andlegt ofbeldi. Já, þetta er það sko. Þetta er bara býr náttúrulega til að því maður náttúrulega auðvitað ekkert saman með einhver fari bara að drepa sig, skilju. Nei, en leiðum maður átta sig samt á því að þetta er narcissistic bara behavior og Já. toxic bara. Ég meni, ég hringdi bara í mömmu og hún hringdi í mömmu hans, skilju, að ég vildi ekki tala við hann beint og þú veist, og svo segir mammi bara, já, hann er bara heim í tölvunni, skilju, þú veist, það er ekkert að honum, þú veist, þannig að þetta er bara 100% manipulated behavior, láta mér líða einhvern ákveðin hátt svo ég fari að Já. svara og eitthvað svoleiðis. Akkurat. Og Þannig að bara ekki falla fyrir þessu og reyna frekar einmitt að fríða ykkar samvinsku með því að hafa það með eins og þú gerir samband við þriðja aðilann sem getur þá vitað af þessu. Já. Þá ert þú alltaf búin að gera þitt, þannig Já. að þú veist, ef að þetta gerist þá allavega ert þú búin að fríða þínu samvinsku af því að það er ekkert hægt að vera í svona sambandi. nei, meina þú veist, þessi gaur hélt fram hjá mér bara fram og tilbaka eins og greinilega þessi stelpur lendi í. Jésús. Og einmitt ég var ung og náttúrulega bara meðvirk og leiði því bara að gerast. Já, einmitt. Og viss alveg af því mér svo, þú veist, þegar á því stóð og bara ég var ekkert vittlaus. En þetta bara svona, maður einhvern veginn var búin að tellja sér trú það bara, þú veist, það er enginn að fara að elska mig eins og hann elska mig, þótt að þetta var bara ekki ást, skilju. Og þetta er ekki ást, þetta er sjúk ást. Þetta er náttúrulega bara bullandi mikil meðvirkni að vera í svona sambandi og hugsa alltaf hvað hinum alveg finnst. Já. Þannig að það er svolítið svona, þú verður bara að hugsa þig og hvað er best fyrir þig, af því að þú veist, honum er greinilega drull. Já. Þú veist, þetta er ekki goes both ways, af því að hann er bara eitthvað, þú lést mér liðið illa, þess vegna fór ég að sofa hjá öðrum konum. Já. Bara eitthvað afsakið. Þetta er narcissist, sko. Já, þetta ljómar mjög narcissi. Bara, ég myndi allavega að vera bara eitthvað, heyrðu, ok, takk og bless. Reyndu að finna bara styrkin í að fara. Já, þetta verður ekkert betra. Nei, guð, Og alls þá ekki. líka bara svona með tímanum, þú veist, þú byrjar að því að aðlaga þig þessu til þess að styggja hann ekki og svo endanum ertu bara komin inn í einhverja búblu og
það verður samt ekkert betra því það mun alltaf vera eitthvað sem maður pinpointa, annars það bara, herru, þú borðar þetta keggsaðan, eða eitthvað skilur, þú veist, það bara, ef það ekkert annað til þess að finna út af því þú ert hætt að fara út á líf, þú ert hætt í vinnunni, þú ert hætt að gera allt, bara kannski bara heima, það mun samt vera eitthvað til þess að væli yfir, þannig að it's never gonna get better. Nei, og segja líka bara eitthvað, þú veist, hann á eftir að elta mig og þú veist, bara, hann mun reyna að segja það the narcy way. Og það tekur bara tíma. Ég meina, þú veist, þetta hættur endanum, sko. Þú veist, it takes time. Akkurat. Og svo líka bara ógeðslega gott að vita því að það eru náttúrulega... Svona supportive teams og já, það getur, þú veist, myndi hafa saman til Bjarkarhlíð. Þau hjálpuðu mér mikið á tímabili og bara þau eru yndisleg og þau alveg bara... Grípa mann ótrúlega vel og bara geta alveg svolítið svona... Og það alveg, þau eru með svona góð stuðningshópa líka og... Og ég myndi það er bara svo gott að vita að maður sé ekki ein, þótt að það er svo ógeðslega erfitt að vita að maður sé ekki ein, skilur. En þú veist, þetta er algengra en maður heldur. En hvernig er það samt á Bjarkarhlíð? Er þetta aðalega bara konur eða er þetta líka karlmenn? Nei, ég held að það sé karlmenn líka. Að það? Já, það er náttúrulega, ég held bara þeir séu miklu færri að leita sér hjálpar. Já, fleiri konur leita örugglega þangað, sko, en nei, ég held að það sé alveg karlmenn líka og þetta er alveg, já, ég held að þetta sé bara svona alls konar fyrir bara, þú veist, ofbeldissambönd og og þannig og ég veit ekki, er ekki einu svona viss að það sé bara, þú veist, sambandi maka, það sé líka bara öll í ofbeldissambandi bara einhvers staðar, skilju. En ég ekki alveg, kannski, já, don't take my word for it, ég er ekki alveg 100%, sko, en ég held að það sé svolítið svoleiðis, en einmitt bara Bjarkarhlíð og ég held að það sé örugglega alveg einhver fleiri lausnir og ráð og bara einmitt leita sér hjálpar af því að þú veist, það er ekkert auðvelt að koma sér út úr þessu ein. Nei. Og maður heldur alltaf að maður sé eitthvað ein í þessu en þú veist, maður er það ekki. Þannig að, og einmitt tala við vinkonurnar og bara, þú veist, get the fuck out, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að, já. En eins og ég segi, mér finnst samt vera rosa mikið svona, það er kannski út af því að þú veist, konur eru yfir höfuð, skilur ekki svona líkamlega en sterkar, þannig að þær eru kannski ekki endilega að lenda í svona eins miklu svona óþægindi við að líða sem þau get ekki farið. En það er alveg til dæmi það að konur beita, þú veist, strákum rosa miklu andlegu ofbeldi. Já, algjörlega. Og líkamlegu, skilur og það er bara, en það er kannski minna sem var heyra af því. Annars ég er að velta fyrir mér þú veist, hvaða úrræði er fyrir, þú veist, karlmenn sem leita sér þannig aðstæða, er það bara sálfræðingur eða? Sko, já, ég held náttúrulega bara jú, ég held að sé alveg, þú veist, sálfræðingar og svo er náttúrulega bara, ég held að það er alveg fullt, sko. Náttúrulega þekki það kannski ekki alveg nógu vel af því mann það er ekkert búin að skoða kannski hvað það er fyrir karlmenn sem er í boði, en auðvitað náttúrulega bara, líka bara andleg heilsa hjá karlmennum í sambandinu er bara ótrúlega mikilvæg. Já. Og þetta er bara að því karlmenn kannski, við stelpurnar tölum miklu meira saman. Algjörlega, og þeir byrgjast miklu meira inn í sér og þannig að þú veist, ef þetta er skilurðu þú veist, svo getur líka verið þannig að báðir aðilar eru bara að beita ofbeldi og þeir eru bara báðir að fá hjálp, skilurðu. Já, eða þú veist, kannski bara engin með, þú veist, kannski eru báðir aðilarnar sem eru með ákveðna skoðun og enginn hefur rétt eða rangt fyrir sér og það þarf kannski bara að tækla hlutina öðruvísi og þú veist, fólk er ekkert alltaf sammála hvernig hlutinni snúast, en stundum er líka bara ekkert eitthvað rétt eða rangt, stundum er þetta bara different values og það bara passa fólki í saman. Já, og svo kannski líka bara þarf, þú veist, að leita sér sambandsráðgjafar og þau þurfa kannski að tala með einhvern þriðja aðila sem er hlutlaus og gefa þeim ráð, þú veist, þá út frá því og þú veist, það getur hjálpa líka, en það þarf svolítið að, ég held bara að leita sér hjálpar, þú veist, að vera bara svona tilbúin og opin fyrir því. Já. Og strákar sérstaklega því, þú veist, það geta til ykkar bara að það er allt í lagi að þú veist, og það er engin skömm að leita sér hjálpa. Mér finnst það meira bara svona mér finnst það eiginlega bara meira hot, sko, ef eitthvað er að bara eitthvað, þú veist, hei, ég er búin að vinna í þessu og ég er í sjálfsvinnu, mér finnst það bara geggjað. Já, það er bara ótrúlega flott. Það er ógeðslega mikið green flag. Já, og ég meina, þú veist, það er ekkert tabú að vera eitthvað að leita sér hjálpar, skilur. Fólk, það er bara örugglega flestir í einhver sálfræðihjálp að gera eitthvað sem að, þú veist, vilja vinna í sér. Af því það er líka bara svo ótrúlega mikið. Það er engin fullkomin og það er eiginlega frekar bara einmitt toxic ef enginn sér neitt að sjálfum sér, skilur. Þú veist, maður geta allir litið í eigin barn einhvern tímann. Já. Og gert betur á einhverjum hliðum. Já, en ég meina, við erum öll með eitthvað og þú veist, við sérstaklega millennial liðið, sko, bara illa mikið að drasli á bækinu oftast. Já, eða fólki á undan okkur, hvað heitir það aftur? Gen Z, nei, það er boomers. Hæ? Ekki boomers. Er það boomers? Baby boomers. Afsakið. Þeir sem eru fædd fyrir 90 eða hvað? Nei, það er aðeins ofar, sko. Ég held að Gen Z ná alveg upp í 80 eitthvað, sko. En já, svolítið þessi baby boomers, minnum mig.
sé bara rétt með þetta. En hérna... Gen Z eftir okkur. Já, það frá 98 held ég á niður. Ég ætla bara ekki eins og Nei. Ég ætla ekki eins og að segja neitt, sko. Maður miðar alltaf við að Gen Z sé þú veist 2000, en ég held að sé 98. Já, það getur alveg verið, sko. En já. En, nei, þú veist, það er bara, þetta alls konar, en það er líka bara að fólk, bara, já, af því við erum öll með eitthvað á bakinu. Og ef þú ert ekki með neitt á bakinu, þá er það líka bara svolítið skrítið. Þú veist, það er þetta bara svolítið svona, þú veist, það er ekki Já, ert þú ekki búin að gera neitt í lífinu eða hvað er það, þú veist, ert þú ekki að gera neitt, ertu bara heima og búin nefið Það er að hafa eitthvað á bakinu, sko. Já, nákvæmlega, stop that right now. Þannig að, það er bara, maður getur alltaf fundið einhverja leiðir til að, já, vinna í sér, en þú veist, það er bara, do the self-work, það er mikilvægt, líka fyrir sjálfum sig. Ertu með eitthvað fleiri? Ég er með fleiri sögur, ég er alveg með nokkrar, sko. Ég til einhver aðra krassandi sögur. Já, þessi er svolítið svona öðruvísi, ég veit ekki alveg hvernig maður flokkar þetta sem einhver kannski tóksæk, en mér fannst það bara áhugaverð saga og mér langaði svona deilinni. Hæ, mér vantar tips. Hvernig á ég að tækla þessu uppákomu? Sem sagt, kærasti minn kom heim daginn með þá uppástungu með vinnufélögunum sínum að þeir væru svo til í að hittast allir saman yfir helgina í svokallað orgi með mögurum sínum. Ok, þetta var þetta gett interesting. Ég hélt fyrst að þetta væri bara eitthvað asnalegt djók, en núna síðustu daga hefur hann ekki hægt að tala stanslaust þetta og hvernig þeir séu búin að skipuleggja þetta. Is this okay? Meiri hluti af þessum mönnum eru giftir og eiga börn. Ég sagði við kærasta minn að mér fyndist þetta enga veginn í lagi og það var ekki séns að ég tæki þátt í neinu slíku. Þá segir hann við mig að það skipti ekki máli hvort ég mæti því vinnufélagar hans sögðu að ég væri hvort sem er ekki svo heit. Ouch. Það er, sagði hann þá bara. Ég er alveg smá orðlaus. Ég veit ekki hvað ég segi. Hvað ég byrjaði á að leggja orð í berg. Þetta hljómar svona eins og eitthvað svona swingers party. Sko... Ef þeir eru allir giftir og vilja vera eitthvað svona í orgju með mögunum sínum og eitthvað svona... Maður veit, ég hef alveg heyrt hellingar svolítið stæmum og það er alveg til. Og en það þarf líka að vera mutual á alla vegur, skilur. Ég man nú bara eftir að hafa óvart rampað inn á einhverja síðu, sko. Óvart, eins og. Nei, ég sverða, ég var að leita að einhverju, sko, við vorum held ég í flugnáminu, þú veist, bara back in the days og við vorum að finna einhverja Facebook-grupu, við vorum alls saman, svo fundum við bara eitthvað orgja í Hólmavík eða eitthvað. Já. Bara eitthvað event. Já, nei, þetta var bara, þú veist, já, og hann á greinilega átti ekki að vera public, þú veist, þetta átti að vera, já, og þetta var allt svona eldra fólk, skilur, og svo... Hvað segir eldra fólk? Og þegar þú segir eldra fólk, það sé samt fyrir bara svo 70 eða eitthvað. Já, meðal, annars, já, og við ýttum á prófilinn og það var bara, þú veist, nakið fólk bara í selfie og bara við tölvuna bara kallinn eitthvað og ég var bara, hvað er þetta? Það, þú skrollum við niður, það bara, næsti event verður hérna, eitthvað bla bla bla. Oh my god. Og ég man að við vorum bara, en þú veist, ok, þetta var náttúrulega bara ógeðslega fyndið moment sem ég má aldrei gleyma þegar ég var bara, ok, kast, þetta er bara happening í Hólmavík. Já, bara Hólmavík, skilur við. Þannig að passa ykkur í Hólmavík, ekki mæta með ananasinn fram. Nei, eins og fyndið út af því að þú veist, það er Hólmavík pissustoppið þegar maður fer í Ísafjörð, skilur og bara every time, það hugsa ég um þetta. Varst þú í þessari grúpu? Já. Bara, hvað varst þú að gera þarna? Sé einhverja eldri konu eða eitthvað þarna inni í búðinni og bara, allir þessi að vera í Hólmavíkupartíinu. Alveg horfa á hana með svona svip. Hello, I saw you. Þú veist, ok, ég ætla ekki að dæma fólk, þú veist, af því hún segir þarna sjálf eitthvað finnst þetta ekki í lagi og eitthvað. Já. En þú veist, ég myndi ekki dæma fólk sem vill gera þetta, bara flott, skilur ef að þú vill gera, ég myndi persónulega ekki vilja þetta. Nei, en þú veist, ég er ekki að fara að dæma fólki sem vill gera þetta, þó að mér finnst þetta persónulega ekki fyrir mig. Nei, akkurat. En þú veist, þú veist, það er svo ljótt hvað þeir sögðu við hana og líka að kallinum hennar að segja henni. Þú veist, ég myndi halda að hann væri að ljúga þessu af því að hann er pirraður því hún vill ekki vera með. Já, þetta er svona hljómar eins og hann sé eitthvað svona pissed off yfir því að hann vilji vera með þessari orgíu og hún vill ekki taka þátt með því að segja eitthvað svona minnst það bara ekki í lagi. Já, eins og hann sé að reyna að fá hana til þess að endurhugsa þetta og vilja sé hann vera með. Hann er bara, er ég ekki nógu hot? Já, fæ ég ekki vera með? Svona eins og hann að ég langa vera með af því
því að þá er hún one of the cool hot girls eða eitthvað. Já, sem Þetta er eitthvað mentally Mér finnst toxic, þetta sko. svona manipulative, sko. Þetta er manipulative Já. að segja þetta og hann veit alveg hvað hann var að gera þarna og þú veist, Já. girl. Þetta er svolítið svona, þetta er svona stepping over boundaries, að vera svolítið svona bara ekki, já, þú veist, þeir vilja hvort þeir ekki tafa með, þeir segja hvort þeir vera ekkert hot, maður er eitthvað svona, oi, það eru þetta bara. Þannig að ég myndi bara hætta með kallinu og ég myndi Þar þú bara verður bara í þessu orgíu sjálfur, Ég myndi bara eiga the biggest glow up of my life og gera allt til þess að vera bara hot ekki með þér. Já, skilurðu. nákvæmlega. Ok, I'll be hot right now, but not with you. Já. Akkurat. I'll show you. Já. Screw your fucking orgy. Já. Nei, þú veist, samt bara, einmitt, fólk má gera þess að vill og þú veist, ef það er into that, þá bara cool beans, do Já. it, skilur, en En ekki seima annan fyrir að vilja ekki vera með. Nei, og ef þú ert í sambandi með maka sem hefur ekki áhuga á þessu, þá verður það náttúrulega bara að vera samtala milli ykkar þar sem að þið eru með mutual respect í sambandi við þetta og ekki vera bara eitthvað, já, ok, þú ert hvort þið er ekkert boðin með, þú ert ekki hot, skilur, og maður er bara eitthvað svona. Mér veist, þessi gæi er örugglega bara, þú veist, miðað við þetta og hvernig hann er að takla þetta mál, 100p að halda fram hjá þá. Maður kannski má ekkert segja eitthvað svoleiðis, en þú veist. Ég myndi halda það samt, af því að ég held bara að þú veist, hann er komin þangað, hann vill vera að gera þetta, hann er að, þú veist, sleppa þessu in her face, hann er ekki respectful, Já. þannig af hverju ætti hann að vera respectful í, þú veist, Já, í mér finnst það framhaldi. hljóma svona bitur hvernig hann er að tækla þetta, sko. Þú veist, þetta er alveg svona leiðilegt, þú veist, að hún geti ekki tjáð sína skoðanum og henni langi ekki að gera þetta eða vilji bara, þú veist, finnist ekki vera í lagi, sem er náttúrulega bara hennar skoðun og, þú veist, það er alltaf í lagi að eiga þá skoðun og hann hefði alveg getið verið bara eitthvað, já, en, þú veist, myndir fíla að myndir gera þetta í staðinn eða myndir opið fyrir þessu eða eitthvað svoleiðis eða, þú veist, bara svona sjá, þú veist, það er alltaf að explora, skilur. Og einmitt, þú veist, það er, en þetta er svona þegar þetta komið út í eitthvað þvinga að fara einhver makaskipti eða orgi eða eitthvað, þá er það bara orðið bara ógeðslegt og ljótt og þú veist, þetta þarf alltaf að vera mutual, af því annars er þetta aldrei að fara að virka. Þú veist, þannig að það er bara, já, nei. En er þetta alltaf einhverja kynlífsögur eða? Það er ekki skemmtilegt, það. En það er bara svo oft sem það er, sko, nei, það var allt kynlífsögur. Er ég, nei. Það ekki? Nei. Er ég, nei. Okay, hvað, þú ert búin að segja 3 sögur ekki? Það eru alltaf búin að snúast þessi. Já, þú veist, já, nei, við vorum að tala um áðan með þarna, þú veist, þegar hann var að halda framhjá og eitthvað svona og þú veist, það var þarna gæinn sem var toxic og eitthvað. En hérna, nei, þú veist, en ég reyndar að þú ert að segja þetta núna þegar ég bara, ég er svo með eina sögu sem er svona pínu juicy og það er ekki, ég veit, það er kannski, mér fannst bara pínu fyndin. Ok, bring it. Og þú veist, ég veit ekki, kannski má maður ekki hlæja að eitthvað svona, en svo er ég með líka eina sem er ekki kynlífstengt, þannig að þú veist, afsækja það fyrir brjóstið-angurum að hann sé eitthvað sexual. Nei. Það er 100, ég held að þú veist, það sé bara meira krassandi ef eitthvað er, sko. Kottu með þessa hana sem að er... Já, ég tók þess að bara sérstaklega fyrir Bára, því ég veit kann Hvað? Kann eiginlega meta hana. Nei, ok, nú ertu að fara að vera eitthvað freaky shit, sko. Þú elskar alltaf freaky shit. Ég elskar að hlæja því. Já, ég er að meina það sjálf. Bára er alltaf svona kinky, sko. Alveg ekki. Nei, ég er ekki veist, ok, ég veit alveg bara, ég veit þú kannt að meta svona sögur. Ok, ég kann að lolla yfir svona. Já, akkurat, okay. á þann hátt, sko. Alright. Hæ, stelpur. Það er smá ráð. Ég og kærastu minn vorum stundu kynlíf þegar hann spyrir mig hvort ég geti kúka á hann. Þetta alveg! Fyrst held ég að hann væri að djóka þannig ég fór að hlæja en honum var dauðans alvara. Fyrr í vikunni var ég að skrolla í gegnum kamerarúli hans þegar ég sé heilt albúm tilenga klósettmyndum og úrgang. Veit ekki hvað ég á að gera. Hann sagði mér að þetta hafi verið eitthvað sem við langa að prófa lengi. Vil ekki... Hvað anskotin? Hold on. Vil ekki honum líði eins og ég sé að dæma hann. Ég myndi að dæma hann! Hvað ég gera? Ég má það ekki dæmi þig! Það er grátandi, sko. Mér finnst samband okkar ganga mjög vel og ég get séð framtíð með honum en ég veit ekki hvort ég geti litið framhjá þessu og hvort að þetta sé tilbreyingar fyrir hann ef ég er ekki til. Svo verður það, sko. I'm crying. Má ég sjá það? Já. Albúmið?
Fyrir vikuna að skrolla gegnum kamerarollið hans þegar ég sé heilt albúm tileinka klósett myndum og úrgang. Svo er ég komið krampa í magan, sko. Ég er hún sveitt. Skjóta! Sorry! En ég meina hún er greinilega, þú veist, ástfangin. I don't give a fuck! Og sér, þú veist, framtíð með honum og er, þú veist, pælti ég myndi þetta væri bara your dream guy, bara ástin í lífinu og angjöru. Bara fuck this shit. I'm gone, bara. Ég bara grænja, sko. En já, ég myndi pælti þetta bara væri bara, þú ert búin að leita allt þitt líf að draumnum og hann er bara á alla vegu fullkominn nema þetta eina, hann vill á kúkir á sig. Bara, what would you do? Og hún segir mér þess að bara, ég veit ekki hvort það verður dealbreaker ef ég er ekki til. Það veist, ok, það er enda bara eitthvað svona, ok, þú verður náttúrulega væntanlega bara að vera til í þetta eða ekki. Þarna myndi ég þá segja við hann, þú mátt láta einhvern annan kúka þig. Þú ert ekki að halda fram á mér. You can do that shit somewhere else. Literally, you can do that shit somewhere else. Þú veist, ég verðast, af því að, ég meina, já, en kannski er þetta samt eitthvað, hvað þetta þarf að vera eitthvað svona, að hann vilja að hún geri það og þú veist, það tengist kynlífinu. Og það sé ekkert bara eitthvað, þú veist, þetta er náttúrulega væntanlega eitthvað svona sexual fetish. Ég náttúrulega skil ekki skattfetish, en þú veist sem betur fer, en já, þetta er eitthvað svona eina af því sem ég er bara eitthvað I don't fucking get and I will never get, af því þetta er disgust, and to each his own, I guess. Sko. Já, þannig að bara þetta er, hvernig myndi þú bregðast þig ef maðurinn þinn myndi vilja þetta og væri bara eitthvað... Ég myndi fara í kirkjuna og ég myndi fara bara, what did I do? Why? Why is there always something? Bara, það getur ekki verið eitt tilbreykt. Oh my god. En þú veist, en þetta náttúrulega mætti aldrei vera eitthvað svona dealbreaker. Ef það er dealbreaker fyrir honum, þá náttúrulega er það bara ekki lagi. Nei. Þú veist, hann þarf náttúrulega bara að lifa með því ef þú vilt ekki kúka á hann, fyrirgeðu. Sko, ég heyrði aðra sögu daginn sem var að gæi sem að, sagði við gæluna að hann fílaði rosa mikið svona... Það er bara eftir með að segja þetta. Svona aftanásleik. Já, rimma bara. Já. Að hann fílaði þetta á að fá rimmi, já. Þannig að hún var bara eitthvað, ok, ég er ekki til í það og það var dealbreaker. Var það dealbreaker? Já. Ok, það er samt skrítið. Hættu að tala saman. Ok, það er samt bara svona... Þegar hann fílaði það bara geðið mikið, skilur við. Gæti hann ekki bara fundið sér eitthvað svona dótað eitthvað, skilur við. Nei, ég myndi það. En kannski var það dealbreaker fyrir hana, ég veit ekki. Mér finnst alltaf eitthvað svona, þú veist, ef þú ert bara eitthvað frá að hætta með manneski, þú vill ekki gera eitthvað ákveðið í kynlífi, það er svolítið svona, það er pínu fókt, af því að þú veist, þetta er bara, þið getur alveg gert eitthvað annað, þú getur alltaf fundið eitthvað svona sameiginlegt. Nei, þetta hættum þessum. Já. En ef hann væri bara eitthvað, ok, ég skal bara lifa með því að þú þarft ekki að kúka á mig, skilur. Ég væri samt bara, what's wrong with your brain? Ég veit ekki hvort ég sé bara... Ég samt skilur, ég veit ekki hvernig ég myndi höndla þessar aðstæður fyrir en ég væri komin í það, sko. Ok, kannski bara ótrúlega góð manneskja og ef það er eitthvað með kúkafettis, þá bara keep me out of it. Já, bara, keep it to yourself. Keep it to yourself, þú veist, mér finnst þetta bara vera ógeðslega, bara mér finnst þetta bara nasty. Já. Og já, mér finnst þetta vera bara svona, what happened, skilur við, hérna. Já, bara what made you want this? Já, af því þú veist, ég held að það sé hægt að tengja svona sexual desire við líka ákveðið trauma eða eitthvað sem þú hefur skiluru. Þú veist, eins og líka bara fólk sem fílar að vera bara eitthvað næstu því bara dauða lífi út eða bara vera að kyrkja það eða slá eða eitthvað svona, að það tengi þetta við kynlíf, það er ofta eitthvað svona kannski trauma á bak við það. Ofta er eitthvað svona niðurlægja. Já, niðurlæging, að vera, þú veist, kallaðir, þú veist, loser eða pig. Já, akkurat. Verið einhverju svona, já, einmitt. Einhver svona skrýtnir leikjum. Já, en ég meina þú veist, er það segið, to each his own. Algjörlega, en þú veist, þetta er interesting topic. Einhverju öruglega, þú veist, sem að liggur deep down. Já. En reyndar með þetta er svona... Þeir voru komin út í svona extreme dæmi sem er alveg bara svona eins og þetta, að láta kyrkja sig það mikið að þú bara eitthvað passing out, þú veist, ég meina það er ekki eðlilegt. Það er reyndar, sko, ég held að það sé samt svona scientific bakvið, af því þegar þú ert að, þú veist, þetta er svo ástand fyrir, ok, þú veist,
notabene ekki mæla með. Nei, það er náttúrulega margir gæjar sem hafa dáið við það að setja, þú veist, belti og meðan þeir eru eitthvað, það er bara fullt af fólki sem er dáið þannig. Það er bara ríkalegt. Pældi ég að koma að einhverjum þannig. Pældi ég að vera bara eitthvað, your destiny, you will die like this. Bítu. Þetta sko þegar þú ert að tjóka, þá ertu að fá sem sagt, minnum með að þetta sé eins og, þetta er eitthvað tripp, skilur, að þú veist náttúrulega eins og þegar fólk er að deyja í drukna, það er sagt að koma eitthvað svona pleasure dæmi fyrst. Já, þú veist, þegar þú dreymir þá releasear heilinn, hvað heitir það? Nei, það er stólið með hvað heitir, ekki, þú veist, er það MDMA? Nei, manna ég. MDMA? Nei, en þú veist, hvað heitir það? Þetta heitir þetta er basically. Serotonin? Nei, þetta er það sem, heilinn, ok, sorry, pleasure hormón eða eitthvað, hormón. Does the brain release? Erum við báðar bara brain fart? Við erum brain fart, release when sleeping. So, when sleeping, sorry, sko, það er stupid ChatGPT. Okay, when we die. Okay, af því að þetta er eitthvað svona sama, ég sé ekki að fara með þetta, en það er Why are you not working with me here? Þess að þegar við deyjum, þá losar heilinn efni sem er svona euphoric state efni. Okay. Og það er bara stól hvað heitir og ég veit ekki af hverju ég er ekki að finna það. Okay. Allavega, þú veist, besides the point, ég nenni ekki að velja þessu. Það veit allir hvað við. Fólk getur googlað það, en þú veist, en ég held að það sé svona sama tilfinningin sem þú ert að fá og meðan þú veist, þú ert að ejaculata eða koma eða eitthvað skilur að þá, þú veist, ert að fá þetta double dopamine dæmi skilur. Þannig að, þú veist, ekki kvóta mig á þetta, en ég held að það sé málið í þessu keisi og svo örugglega líka ég mynd bara, maybe some X-trauma. I don't know. Já, þetta er áhugavert. Þetta er það er alls konar til, sko. Já. En já, þannig að þetta var svona sagan sem ég fannst vera svona skemmtileg fyrir þig. Að ég vissi að þú myndir lolla yfir þessu. Að því að, já, kúkahúmorinn er hana til staðar. Þannig að ungfrú henda kúkapókum og svona. Það er eitt að vera með, þú veist, kúkapissumur eins og 5 ára, skilur. Já, en að vera með, þú veist, fettis fyrir þig. Það er annað. It's different. Þetta er bara, nei. En svo líka, ég get alveg sagt að, þú veist, saman með, þú veist, að, þú veist, svona, vilja pissa sig eða golden shower eða whatever. Já. Þú veist, það er bara einhvern veginn ekkert við þetta sem á að vera eitthvað svona kynferðislega hot. Og, þú veist, þær. Það eru rosalega margir með táfættis. I don't get it. Ég man ég var að horfa okkur podcast um daginn. Það er samt skárra en hitt, skilurðu. Já, þú veist, eðlilega skárra en hitt, en samt skrítið. I don't get it. Það er abnormal og það er eitthvað. En það táfættis er mjög spes, ég skil ekki alveg, en þetta er eitthvað svona 1 in 8 people eru með táfættis. Þetta er eitthvað svona statistically mikið, sko. Andjóks, bara ógeðslega skrítið, en það er náttúrulega til svo ógeðslega mikið að síðum mitt sem er bara, þú veist, foodfinder og eitthvað svona, ég kíkti einhvern veginn á þetta og ég var bara eitthvað svona, þú veist, út af forvitni, af því að þú veist, þetta var bara svona Þú var það sem ekki voru að selja tásviti. Já, bara, þú veist, var desperate með þessu. Það var svona, þetta vakti áhuga minn hvað fólk var að gera inn á þessu, þú veist, hvort það væri þá bara að setja inn tásmyndir, en þetta er væntanlega þá eitthvað svona eins og OnlyFans, að þú þarft að sýna þig og fólk þarf að sjá þig og fætnar og getur ekkert verið bara eitthvað hendinn bara einhverjum tásum, skilur. Þannig að fólk þarf að tengja þig við tásurnar, skilur. Ég skal meina. Nei, en mér er eiginlega drull. Bara allir þessi fettis með að bara fokka sér. Já, þetta er bara, ég meina, þú veist, Ghostface, Ó. Það er eiginlega margir sem er bara eitthvað bára, what the fuck. Ok, það er eiginlega það einu svona, eða þetta BookTok fettis, skilurðu. Já, það er svona svoleiðis, eða? I don't know, ég er bara út allt á, þú veist, TikTok og eitthvað. Já, nei, ég sé þetta einmitt, það er svona náttúrulega. Ég seti meira bara eitthvað svona, þú veist, gæjar sem eru að klæða sig, þú veist, sem eru bara eitthvað ógeðslega fit, skilurðu, og eru að klæða sig eitthvað svona með, scary grími. Ertu múin að leta sálfræðings úr því? Þú veist,
ég veit ekki, þú veist, ég samt ekki skilur, myndi ekki segja ég var með fettis fyrir. Nei, sem bara svona, Þú veist, þið finnst ef eitthvað þú- kink við þetta, eitthvað svona, Ég veit ekki, þú veist, bara þessi vídeo eru hot, skilur. ég skilur. Kannski það bara máli, en ef Ég skil að hvað þú actually ég myndi lenda í því, einhver gaur myndi koma hérna með grímu og ég held ángur sem ég myndi alltaf stinga hann. Já, Fattaru, ég þú væri ekki... myndir vera logically, en þetta er kannski meira eitthvað svona play sem getur gert með kærastan einum, eitthvað svona. Já, ég geti skilið það, en þú veist, ég myndi segja að það væri bara svona svipað eins og hann myndi fíla að maður væri í hjúkabúning og Já, það er ég ætla að sprauta í kossana þér. Já, það fara í svona roleplay, það Já. er þú veist náttúrulega bara annað. Ég myndi segja að það sé samt innifalli í roleplays bara. Og ég meina, þú veist, það er náttúrulega algengt fettis líka að vera með, þú veist, roleplay fettis, þannig að þú veist, það er, en ég meina, eins og ég segi, það er alls konar til. Ég meina, maður getur bara kíkt inn í kynlífsveslunum og er bara eitthvað, there's a lot of stuff there that I didn't know was there, þannig að það er, já. En við erum komin svolítið út af topiki. Oh my god, þetta fór alveg bara, took a U-turn. Já, took a U-turn með þessari kúkasögu, sko. Jésús. Afsakið, fyrir ekki, mér fannst að verða að vera þarna með. Þetta er alveg svona, við erum kannski að tala líka svolítið svona... Sko ég held að inn í þessu gæti líka verið samt að kynslóðin svolítið, þú veist, er orðin svona... brengluð. Já, af því Já. að þú veist, þú byrjar kannski eins og þú veist bara með... Það er svo mikið á fokkin netinu. Það er svo mikið á netinu og þú kannski byrjar á einu og svo ertu komin eitthvað lengra og lengra og Já. þetta verður bara abnormal og þú veist, ég held að þú veist, til dæmis, þú veist, gælur unga stelpur sem eru að landa í því að vera að segja, þú veist, eitthvað inn á einhverju svona Facebook síðu með grúpu með eitthvað, þú veist, hérna, ég ger alltaf þetta og maður er bara eitthvað, what the fuck? Já. Af því að þú veist, ég er fann að halda að það sé normalisað svolítið, þú veist, svona, svolítið meira extreme stuff. Já, að það sé svona að það er of mikil klámvæðing að það sé kannski bara svona, ok, búið að búa til að þetta sé standardin í dag, skilurðu. Já, og ég held að þú veist, heili virkið þannig að þú fer alltaf lengra og leifir því að gerast, skilurðu. Já, akkurat, það er svona, Og þú veist, bara, passa ekki bara að fara ekki yfir ykkar mörk. þú veist, gæinn sem að fílar þetta, skilurðu, erum við að tala hann var örugglega ekkert bara eitthvað ungur, bara eitthvað, já, ég fíla þetta strax. Já. Eða skilurðu, ég efast að þetta hef orðið eitthvað Já, fyrir að hann get- leyfði þessu að þróast á ákveðin hátt. Já, ég get ekki analysað hvernig svona hluti þróast, to be honest, sko. Nei, ég veit það, en ég er bara að pæla, skilurðu, þú veist, það hafa kannski, þú veist, eitthvað gerst, Who knows? eða, já, ég veit ekki, I don't know. Bara eitthvað explora sig og svo bara fyndi bara, I like this. Já, þú þarf kannski að vera með ákveð tendencies í grunninn, en svo svolítið leifir því að gerast, skilurðu. Nákvæmlega. I don't know, man. Nei. I don't know. Og eins með, þú veist, nárila og... Úi, það er náttúrulega bara viðbjöður. Ég veit það, en þú veist, ég meina, hvað er skrefið, skilur? Hvað er skrefið tekið þar sem þú ert actually bara eitthvað, já, þú veist, fattaru? Ákveður, þú veist, ég get ekki Eða verið með child stuff, ég vil ekki eins og segja það út að ég fæ bara horfbjóð. Það er bara versta sem ég veit og þannig fólk er bara réttrætt fyrir mér, sorry. Ég veit bara, það. Nei, Ég er sammála, en þú veist, ég bara svona, þegar þau voru krakkar, glætan að þetta hefði byrjað bara, hérna, nei, þetta er oftast fólk sem er búið að lenda í einhverju, þú veist, Já. og er með einhverja geðraskanir. Það Já. er bara ekki önnur útskýring á Akkurat. því en að það sé eitthvað að, Ég held það líka. bara 100% sko. Já, en ég myndi segja að ég flokka þetta samt líka sem að segja eitthvað major að, sko. Já, Whatever. það er alveg svona pottet eitthvað. En ok, það er ein saga eftir af því að, já, ég vildi kannski koma með eina svona lolla sögu bara af því að, þú veist, við erum að tala alveg svona pínu alvarleg topic og þú veist, að vera í toxic sambandi og þú veist, þessi sjúka ást er náttúrulega bara svona, þetta er alvarlegt dæmi þannig, þú veist, don't get us wrong, við erum bara svona að reyna kannski aðeins að lífka upp á podcast og við erum ekki alveg bara alvarlegar í gegn, Já, sko. sjálfsögðu, það er svona að gera að tala hérna með eitthvað kúkafætti. Að gera. Why not? Bring it there. En Já, það er ein þung svona í lokin, ein svolítið þung saga. ok. Ég er nýkomin á sambandi með mínum fyrirvandi. Núna í desember, já, fyrirvandi núna í desember, nota fólki í punkta. Það hefur verið ansið stormasamt þegar það kemur að tilfinningum. Er rétt svo að ná að halda mér uppi andlega, en sem betur fyrir hef ég kynnst æðislegu fólki í náminu sem er í og fengi gríðarlegan stuðning. Hann hætti með mér að því hann sagðist elska mig of mikið og elska sig ekki nóg, sem er hræðilegur starf til að vera á. Hann er að vinna í sínu sem er frábært, en það gerir þetta samt ekkert auðvelt. Við höfum rætt að skoða hvort við viljum reyna aftur seinna. Veit ekki hvernig ég á að halda áfram með þá von, en á sama tíma vil ég halda í þá von, já, ég veit, mjög flókið. Ég er líka ólétt eftir hann og vill eiga þetta barn. Hann er spenntur fyrir þessu. Við vorum búin að plana eignast börn þegar við vorum saman.
Það búið að vera ofboðslega vont að elska mannsku, vera sár og reið á samtíma og svo vera ólétt eftir sama aðila. Ég að leitast eftir ráðum og hughreysingu gegnum þetta. Ég bið Guðs hverjum degi en ég finn þetta vonlaus og veit ekki hvernig að takast á þetta allt á sama tíma. Sko, í fyrsta lagi, mér langar að segja, mér finnst ótrúlega umulegt að hann skulle vera að bomba þessu á hana þegar hann er ólétt. Það er Bara, galið. þú veist, haltu þessu bara fyrir þig, starta með henni í gegnum óléttuna og í gegnum, þú veist, kannski fyrsta árið allavega. En svo getur bara átt spjallið, skilurðu, af því að þú veist, Líka bara svona, þú veist, ég elska þig of mikið. Hvað þýðir það? Sko, ég er að velta því samt fyrir mér hvort þetta sé svipa á Carly Bybel og Brett þegar þau hættu saman hann 2017 eða hvernig það var. Já. Þau voru náttúrulega svolítið svona the OG couple hérna á YouTube. Þið getið Instagramað þau, þau eru ekki viss hvað, Carly Já. Bybel og já, þau, já. Já, Carly Bybel Við náttúrulega bara... svona fylgdumst með allavega þegar voru, já, in the beginning. Já, hún er sem stelpa sem býr í New Jersey, New York og make-up artisti og bara, þú veist, búin að gefa út fullt af make-up palettum. Hún var svona early í, Hún byrjaði eiginlega YouTube svona sem influencer make-up artisti. Það var engin annar, þú veist, at the time þegar hún byrjaði eiginlega, sem var held ég bara eitthvað 2012 eða eitthvað. Akkurat, mjög snemma sko. Eða 11. Og kærastinn hennar, bara, þú veist, þau voru ógeðslega mikið svona picture perfect, eitthvað í útliti og ógeðslega sætur og góður og allt skilur mjög cute. En hann þau hættu saman þarna 2017 og þá man ég, hún gerði YouTube-vídeó þar sem hún sagði bara eitthvað, þetta búið að vera erfiðasti tími ever, ég elska hann ógeðslega mikið, en þú veist, þetta er greinilega bara rétt að fyrir okkur akkurat núna og ég verð bara að treysta því. Og ég man alveg þegar hún setti yfir og ég var bara eitthvað, what do you mean? Já. Nema, svo núna byrjuði aftur saman, hún er búin að eignast barn með öðrum mildtíðin og allt skilur. Já, akkurat. Og hann setti svo innlegan post inn þar sem að hann talaði að þú veist, hann greinilega hætti með henni at the time. En það var ekkert því hann elskaði hann ekki, heldur það var því að honum fannst þau þurfa að svona þróast eða þroskast á pínu sikkuran háttinn. Já, voru kannski bara að vaksa í sikkura áttina, þú veist, á þeim tíma. Já, eða það var eitthvað sem að þú veist, þau þurftu að explora on their own. Og hann trúði því alltaf að þau myndu enda aftur saman. Sem þau gerðu, sem þau gerðu og sem lókst í krútlegt. Nú er þau bara eitthvað engaged og eitthvað. Já, mikið. Og þú veist, hann sagði að þetta hafi verið rosa mikilvægur tími bara til þess að hann geti verið betri maður líka fyrir hana og sambandið og stundum er það þannig, skilurðu. Mér er líka svona mature, bara svona að koma fram þannig. Já, og svona, þó þetta hafi verið ógeðslega erfitt, sérstaklega mitt fyrir hana, skilurðu, en hún var samt bara eitthvað, ok, við verðum bara að díla við þetta. En mér finnst þetta vond tímasetning. Ég get ekki ímyndað mér að vera ólétt með hormónana á skriljón og fá þetta í smettið. Akkurat, svo er það sko. Þú veist, þetta er líka bara, ok, þú getur alveg verið að vinna, þú veist, og flottan sé að vinna í sér. Mér finnst það geggjað, hún hafði sagt að bara hann er að vinna í sér sem er frábært og geggjað. En þú getur alveg unnið í þér með makana þínum og þið getur unnið í ykkur saman og þróa sambandið saman bara og líka, sko, mér finnst ekki nógu ástæðilega að segja bara ég elska þig of mikið og þess vegna get ég ekki verið með þér. Það bara, það meikar ekki sens fyrir mér. Nei, ég er sammála, þetta meikar ekki sens. Þannig að þú veist, mér finnst það vanta svona þessi meira dítil í það hvaða er sem er að bögga og af hverju þau hættu saman en ég skil að þetta er úrslega svona erfitt og sérstaklega líka þegar þú ert að upplifa þú veist, að þú ert ólétt eftir mannin en þú veist, síðan kannski bara, kannski þarf hann smá tíma til að vinna í sér og... En sko, í flestum tilfellum þegar kemur svo skrítin ástæða og maður er alveg býta nú við, þetta meikar enga sens, eins og þetta segja. Í öllum Love is Blind þáttunum, þú veist, bæði USA, Germany sem ég var að horfa á núna og eitthvað svona, maður spottar alltaf þegar það er bullshit behind it út af því að viðkomandi þorir ekki að segja hvað er actually bothering them. Já. Og ég geti haldið að það væri ástæðan þarna. Það er eitthvað annað, hann vill ekki særa hana en hann vill koma sér út úr þessu með því að segja bara þetta því að það mun ekki særa hana eins mikið. En það mun bara leave her with question marks instead, skilurðu? Já, mér finnst einhvern veginn, ok, ef það er til dæmis málið, þú veist, nennið bara að vera alltaf hreinskilin. Já, manstu ekki eftir í Love is Blind þegar hann að gellan var með hann að asísku gurnum, þessi ljósharða, þetta var búið að trolla svo mikið yfir þessu og hún var bara gaslætan bara í smetti á honum bara því að hún, þú veist, hún var ekki hrifin á honum en hún var bara, it's not you, you are perfect og bla bla, hoppaði í fangi á honum og var alltaf bara eitthvað að kissa hann endalaust og eitthvað. Þetta var svona obviously að hún var ekki að hún var ekki attracted Já. og svo bara eitthvað, þú veist, þegar hún var komin aðeins frá honum og bara tökumennir á henni þá var bara eitthvað grennandi bara mér finnst hann ekki nógu hot og eitthvað. Þetta er ekkert, it's not only the guys, við erum aldrei að taka það fram. En þú veist, þarna væri bara eitthvað gæla, segðu bara að þú sért, þú veist,
ekki attracted og það verður bara að vera þannig þá. Já, You can't force it, skilur þetta líka bara, þú ert ekkert vondugaurinn þarna, þú ert að segja, your piece og það er náttúrulega aðalega, hvernig hinn aðilinn tekur því sem að, er ekki per se þitt vandamál en þú þarf náttúrulega líka bara að vera hreinskilin og þetta er svona áviðamyndi í samböndum eða líka bara ef fólk er að deyta mér svo ofta eitthvað svona, hann er ghostað mig af hverju segir ekki bara manneskjan bara, heyrðu, ég bara er ekki að finna connectionið og bara, þessna er ég ekki að meika að hitta, að tala við þig Akkurat, bara ghostið fárlegt, Já, af því það er líka bara svona, þá er þetta svo mikið svona Minnst það er disrespect, bara sýndu allavega að þú sért með respekt fyrir manneskinni komdu bara hreint fram og líka, þetta sýnir bara miklu meiri styrkleika en að, vera bara ghosta og þetta skilur líka manneskjuna eftir í svona spurningamerkjum, bara svona, óbýtu, ok, voru við ekki að, spjalla, voru við ekki ánægðið að, hvað er það og þetta er svo mikið svona, þetta er svo ótrúlega svona, þetta er ótrúlega leiðilegt fyrir hinn aðeins bara, til að fá bara svona, ég veit ekki hvar ég hef manneskjuna og svo bara, og ég hef hana bara ekki, og bara frekar en segja bara eitthvað, heyrðu, ég bara er ekki á þessum staði eða bara útskýra bara eitthvað mál og bara vera hreinskilin. Ég finn ekki það sem að þarf að vera til staðar. Já, akkurat. Það þarf ekki að vera eitthvað svona, eitthvað ógeðslega brutally honest. Þú getur bara verið bara svona nice og respectful og bara sagt það þannig. Já, af því meina fólk er bara, ef fólk vill fara í sundur og kúpla svo út í sambandinu, það bara þarf að gera það. Og það þarf bara að vera, og það er alltaf erfiðir tímar og þú ert ekkert að svona spera manneskjunum með því að draga á langinn eða vera að segja eitthvað svona, ég er ekki, ég bara elska það of mikið, ég væri bara meira, question mark, ég væri bara what the fuck, það er bara mikið reitt sens fyrir mér, bullshit, Mér er ekki hver, komið hor. Það er alveg bara dinglandi, sko. Nei. Tíginin, help. Nei, mjög næs, allavega. En já, þannig að það er alltaf bara verið bara hreinskilin og talið saman og bara, þetta er svona, ég myndi ekki segja að þetta hefði verið eitthvað svona toxic, en þetta er meira bara svona It's not nice. Nei, það er bara svona, þetta er ógeðslega erfið tími og þið þurfið bara svolítið að ræða saman hlutina, þetta er svona, hvernig tækla hlutina er ekki toxic, skilju, þetta er bara svona, ef þið eru að tækla, það er samt skrítið að segja að ég hætti með þér að ég elska það mikið, skilju. Það var ég bara eitthvað... En þú veist, hann segir, ég elska þig of mikið og mig of lítið, sagði hann það ekki? Nei, held ekki. Það er maður sjá. Af því að ef hann er á það við, þú veist, að hann... Þá er það pínu svona þess að hann þurfi bara að vinna sjálfur sér, skilur og hann vilja bara einbeita sér. En þá myndi ég bara segja Jú, og elska sig ekki nóg, það er rétt sér, já, akkurat. Sem er hræðilegast til að vera, þá kannski þarf hann svolítið bara svona að vinna í sjálfum sér og lítið einbarm og þarf tíma fyrir sig. Já, sem getur líka verið einmitt að hann sé að, þá horfa á, hana sem mikilvæg hlut og setja hana í fyrsta sæti frekar en sjálfan sig. Já. Og hann átta sig á því, en þá náttúrulega, ok, þú getur alveg farið í sjálfsvinnu, en það er kannski ekkert að slíta sambandinu, en það þarf kannski setja ykkur mörk, setja eitthvað smá distans kannski allt í lagi, bara, og kannski taka einhverja pásu eða eitthvað svona, að ef fólk veit að vill vera saman, þá er hægt að vinna í því saman. Algjörlega, og líka bara, með að hún er ólétt, mér finnst það bara það versta þarna, sko. Mér finnst það vera svolítið svona, þetta er ekki tíminn, sko. Ég er náttúrulega aldrei, með því að fólk er eitthvað að halda sér saman út í börnunum, en ég meina, ef það vill vera saman, þá náttúrulega bara vinnur það í því, skilju. Já. En já, ég mæli með allavega, kíkið þið á sjukást.is ef að þið eruð með einhverju hugmyndir að þið séu eitthvað í einhverjum toxic samböndum eða einhver liður illa í sambandinu og eru ekki viss hvort þetta séu traits hjá makanum eða ef að þið haldið að þið séu með eitthvað toxic trait að svolítið svona tjekka hvort að þið séu að vera toxic, það er gott að tjekka sig á því. Já. Og eins líka bara ef þið eruð í ofbeldissamböndum að leita ykkur hjálpar. Og líka bara ef þið eru alltaf að fá gaslýsingar. Ef að, þið eru að segja eitthvað, einhver upplifun og það kemur alltaf bara nei, það er ekki rétt. Já, þín upplifun er ekki rétt. Já, þetta gerst ekki, þetta er ekki svona, þess að ég frétti af því ekkert, að stelpa hafi smitast af klamydíu. Já. Og kærastinn hennar sagði bara nei, þú hefur bara smitast af klósettsetti og hún trúði því.
það er náttúrulega bara galið. Þú getur ekkert smitast að klamydíu með að vera á klósettinu, sko. Nei, ég vil bara, Oh my shit, God. sko, það er svo margar svona sögur sem var bara eitthvað, Já, bara afsakið, Kast. sko. Það er reyndar eitt sem ég langaði líka að tala um. Af hverju, ég var með þetta, en það. Það er svona ákveðin hringur sem að lýsir sér í óheilbrigðum samböndum. Hvað heitir það þegar fólk er í, þú veist, það er er í ofbeldissamböndum og svona. já, Að það er oft svona ákveðin hringur sem að er mjög svona, og þetta opnaði alveg fyrir mér augun á tímabili sem ég, þú veist, mér áhugavert að skoða þetta. er ekki bara að tala um þetta, þú veist, rífast, sorða make-up og það er verið að gera eitthvað fyrir í staðinn, Já, blóm, þetta er sem ógeðslega sagt- mikið svona bomb-dæmi. Já, þetta er þess að hringun er þess að hveitibrauðsdagar, spennustíð og árásastíð. Og það byrjar, þú veist, oftast á hveitibrauðsdagar, missa röddina í það. I'm gonna put on my glasses. Þetta er svo lítið Girl, sem ekki you raskat. old. I can't see shit. Herru, já, þú veist, gerandi. Grátbiður fyrirgefningu, lofar að fara ráðgjöf fyrir og svo framvegis, sendi blóm, grætur, gefi gjafir, rómantísku kvöldverður, utanlandsferðir, eftirsjá. Viðbrögð þolanda, þú veist, samþykkir að vera kyrr, koma aftur, taka gerandi sátt, reyna að koma í veg fyrir ákæru, panta tíma í ráðgjöf fyrir geranda, upplifa hamingju og von. Og svo kemur spennustíð og þá er gerandi annarkvæmt, þú veist, geðvondur, þú veist, að þetta er bara svona til dæmis, skilji. Aðfinnslur hættir að sýna hlýju, blíðu, niðurbrot, gerir lítið úr þolanda, öskrar, misnotkun, áfengis og vímuefnahótanir, skemmir eignir, unulindi, gagnrýnir vinir, fjölskyldu, þolanda. Og jafnvel þarna, þú ert ekki að appreciate þessa gjafir sem að gera fyrir, þú ert ekki að reyna, þú vilt ekki taka. Ég var að gera þetta Ég gerði fyrir þig þetta og og þú hvað sýnir ekki neitt þakklæti í staðinn, nákvæmlega, þetta er svo mikið þarna, sko. Og þú veist, og viðbrögð þolanda, þú veist, reynir að róa gerandan, þolandinn rólegur eða málgefinn, forðast ættingja vini, sussar á börnin, gefur samþykki fljótt, dregur sig inn sker, líður almennt eins og gengið sé á eggjaskurn. Og svo kemur árásastíð. Gerandinn líkamlega andlegt ofbeldi, kýlir, slær, sparkar, tekur hálstaki niðurlægir, hrindir, frelsissviptinga eða nauðgun. Viðbrögð þolanda reynir að verja sér, hringir lögreglu, reynir að róa geranda, reynir að hugsa rökrétt, fer að gráta, fer frá geranda, slæst á móti og svo kemur aftur hveitibrauðsdagarnir. Þannig að þetta er svona endalaus hringur og þetta bara, þú veist, þið getið googlað ofbeldi sambandshringur og ef þið viljið skoða þetta betur eða haldið að þið séuð í einhverjum svona hring. Af því að leiðum að kynna sér hlutina og fer meira inn í það og afla sér upplýsingar, þá áttar maður sér meira á hlutunum. Já, Þá verður þetta bara miklu auðveldar að tækla það, sko. algjörlega. Og það er kannski líka, það er líka bara kannski ástæðan fyrir að við erum líka að tala um þetta til að, þú veist, bara gefa ykkur smá vonum að, þú veist, þið eru ekki ein og það er hægt að, þú veist, afla sér upplýsingar, það er fólk sem er búið að ganga gegnum þetta og hefur komið sér út úr þessu. Og það er alltaf hægt að gera eitthvað, sko. En það er bara eins og þetta sé alltaf þessi sama uppskrift, það er bara þessi hringur og það er einhvern veginn, oftast, já. já, eiginlega, því þú veist, það er alltaf þannig, það koma út góðir og slæmir tímar og það, svo kemur þetta spennustig. Já, og sérstaklega eins og í narsisista samböndum, þá er það Já. oft þannig að það er lofbómið og Akkurat. síðan þegar lengra líður á, þá er dregið úr lofbóminu og gefið svona, þetta heitir svona breadcrumbing, eða svona bara brauðmylsnu sem er svona bara brot af því, þú veist, Já, þú veist, ef samfékst. einhver hefur að gefa þér kannski alveg 95%, bara ógeðslega mikið og svo droppar það kannski bara niður 10%. Bara allt í einu. Allt í einu og þú alveg býttu, af hverju er ég ekki að fá, þú veist, og þá verður maður svona pínu svona, svo er gefið aðeins í meira, kannski Já. auka 10 þannig að fyrir 20, þá ertu strax hérna, Þetta er, þú ert að fá eins og bara svona heroinskamdið, já, en svo droppar það aftur, þannig að þú veist, á endanum, svona bare minimum er allt í einu fara að verða ógeðslega mikið fyrir þér. Já, akkurat. En svo finnst mér líka í þessu að, þú veist, eftir lofbombing, þá er svolítið svona, þú veist, alltaf að snúa þig. Þú ert ekki að sýna mér ná miklu athygli, sjáðu allt sem ég var að gera fyrir þig. Af hverju vilt þú ekki meira þetta? Af hverju gerir ekki meira fyrir mig? Já, þú ert alltaf einu orðið vandamála á öllu. Já, þú ert orðið vandamál allir, þannig að þú reynir að breyta þér og svo allt í einu byrju, sko, hvað ert þú að reyna að fá frá öðrum með því að klæði þig svona, það hættir maður, ok, ég klæði mig þá bara svona eins og þú vilt og svo bara, herri, þú vilt bara vera að vinna í þessari vinnu, okkur, þú veist, ferð ekki frekar að vinna þarna, þú veist ekki hvað mér líður illa að setja að vinna þarna. Okkur varstu að, þú veist,
þú veist, einmitt, okkur varst að gera þetta og þú veist, með einhverju merti, þetta svona, það fer að vera svolítið svona, þú veist, einmitt, svona lítur út fyrir að vera eins og ótraust eða bara svona, þú ert alltaf vandamálið en gerandinn það ekki. Já, og það einhvern veginn alltaf, þú ert ekki nógu góður, þú ert, þú veist, ekki að sýna nógu mikið þakklæti, þú veist, og svo kemur þetta, gæði myndi kannski halda fram hjá eitthvað. Já, þú ert bara ekki búin að sýna, já, þú ert ástæðan, þú varst svona við mig og þú ert ekki búin að sýna mér þessa athygli og þess vegna bara fór ég að leita annað af því að þú ert ekki nógu góð. Já, af því að það sem þú gerðir lét mig gera þetta. Já. Þú veist, já. Not okay. Toxic, já, mjög toxic. En herru, við þurfum að fara að enda þátt, það komin tími og bara vonandi var þetta fróðlegt fyrir ykkur, vonandi gerir þetta eitthvað gott fyrir ykkur framtíðinni og hjálpar ykkur að beware of the flags. Beware of all the flags og koma ykkur út úr shit í samböndum af því að það ekki að spyrja til lengri tíma. Nei, Herru, bara takk fyrir að hlusta. Yes. See you later. Bye.